Komið sæl, kæru vinir. Heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hér úr Mattheusar guðspjalli, en það er guðspjall þessa sunnudags. Og það hljóðar svo: En lærisveinarnir 11 fóru til Galileu, til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði við þá: Allt vald er mér gefið á himni og á jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þau nafni Föður, Sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall í Jesú nafni, en sælur þau sem heyra Guðs orð og varvita það í hjarta sér. Mér langaði til þess að gera það svolítið að umtalsefni, þessa hugmyndum að Jesús sé með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Mörgum kann að þykja þetta erfið tilhugsun og eiginlega óraunveruleg tilhugsun og staldra svolítið við það. Hvernig birtist hann okkur? Hvernig birtist Guð okkur í lífinu? Og hvernig er Jesús þá með okkur í gegnum lífið? Það getur auðvitað verið með ýmsu móti. Það sem við þurfum að gera er auðvitað að kveikja á radarnum hjá okkur sjálfum. Vera svolítið móttækileg fyrir Guði og leyfa honum að tala til okkar. Það er ekki alltaf einfalt og það er til ágætt ljóð, mörg ljóð auðvitað ágætt til, en eitt ljóð hér eftir Ísak Harðarson orðar þennan veruleika svolítið vel. Ljóðið heitir einfaldlega Guð og hljóðar svona: Og ef hann bara eftir allar þessar aldir myrkurs og villu renndi niður himninum, svo glampaði á skýr bleikan bakgrunnin og hrópaði: Hvernig gengur hjá ykkur þarna niðri? Þá létist ég ekkert heyra og myndi engu svara. Það er oft þannig að Guð er að reyna að tala við okkur, tala til okkar í gegnum ýmsa atburði í líf okkar. Hann getur reynt að nálgast okkur í gegnum annað fólk að sjálfsögðu. Það er vel þekkt að fólk kemur eiginlega til okkar á Guðs vegum, ef svo má segja. En svo er það hitt að jafnvel þó það blasi við, þó Guð blasi við okkur, að þá tökum við ekki eftir. Og þess vegna langar mig til að lesa fyrir ykkur hér annað ljóð eftir sama höfund, Ísak Harðarson. Það heitir Óvænt samtal við úrelt fyrirbæri. Símhringingin rífur svefnin. Það er miðnótt og mig var að dreyma. Ég fálma eftir símtólinu. Já, þetta er Guð, segir rödd. Hvaða Guð, spyr ég fúll. Skapari þinn, svarar röddin. Ég ætlaði að segja þér: Ég þekki engan Guð, gríp ég fram í og skelli á. Símhringingin rífur svefnin, það er niðdim nótt og mig var að dreyma. Blótandi ríf ég upp tólið. Já, hvað? Það er Guð, segir sama röddin. Mér langaði bara að segja: Það er engin Guð til, öskra ég og skelli á. Símhringingin rífur svefnin. Enn er nótt og mig var að dreyma. Ískrandi af reiði garga ég í trektina. Já, hver fjandinn er þetta einlega? Þetta er Guð, segir röddin. Ég elska þig. Þá sker ég á línuna og það sem eftir er nætur nýt ég svefnsins. Svo mörg voru þau orð og ég held að ljóðin hans Ísaks jafnist á við margar lærðar hugvekjur og predikanir. Þau eru sönn og þau eru heil
og segja svo ótal margt. Og ég held að við getum flest sett okkur í þessi spor að finnast við jafnvel vera trufluð á Guði. En þannig það ekki. Því Guð, honum ekki sama þig, honum ekki sama mig, honum ekki sama einn eða neinn. Og að þeim orðum sögðum, þá skulum við ljúka þessari stuttu rafstund og við skulum sameinast í bæninni, góðu æðruleysis bæninni, sem að, eins og ég hef áður sagt, svo ofsalega gott að grípa til einmitt þessar mundir. Já, Guð gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Amen. Guð gefi ykkur öllum góðar stundir í Jesú nafni. Amen.